Og góða daginn. Í þessu þætti ætla ég að tala svolítið þessi brennandi löngun fyrir karlmennsku. Og í gegnum tíðina hef ég séð að menn eiga svona upplifa eins og að sé eitthvað svona ósýnileg hindrun til þess að verða maður, eða finna fyrir svona ákveðin öryggi og karlmennsku, og plús það til þess að gera þetta enn verra og þetta svona magnar upp þessa tilfinningu að geta ekki fengið athygli eða vera kringum stelpur eða konur. Þetta tvennt rosalega samtengt. Ég hef oft heyrt frá mönnum að þeir vilji bara einfallega að stelpan eða konan vilji bara vera kringu þá eða með þeim fyrir hver þeir eru. Þurfu ekki vera eitthvað svona feik að spila eitthvað leiki. Þannig að það væri ekki frábært. Stelpan myndi bara vilja vera kringum hann fyrir hvar maður er. Þurfa ekki að segja eitthvað til þess að reyna að heilla hana eða hugsa bara ok, hvað get ég sagt til þess að hún líkar við mig. Og þurfa að vera að gefa eitthvað svona hrós á óþarfa bara til þess að reyna að láta hann vilja vera kringum hann. Menn hafa þessa löngun að vilja bara að stelpur vilji vera kringum hann. Bara að því bara. Þó að það þarf ekkert að vera eitthvað á baku það. Þess að fullur maður sem svona ennþá strákur að innan, hann oft sér ekki vandamálið. Hann tekur ekki eftir og hann sér ekki eins og leiðina. Og stundum veit ekki eins og það sé eitthvað leið til þess að vinna í þessu. Hún bara ekki til fyrir honum. Fugl í búri veit ekki að hann getur flogið, sem sjá bara ekki leiðina en veit ekki eins og hún sé til. Og þegar maður fyrir að skoða þetta hans betur og svona opna viðhorfið og opna sig hans fyrir þessu, þá fyrir maður að taka eftir hluti sem maður tók ekki áður eftir. Þess vegna ég fara að tala þessa hluti núna í þessu þætti, til að svona opna hans viðhorfið hjá okkur. Ég vona svo innilega að þið fara að sjá hans öðru í sig á hlutina og skilja þetta hans öðru í sig hátt. Að þið muni sjá eitthvað sem þið kannski hafa ekki séð áður. Menn í dag eru ekki lengur menn og það sem ég á við með þessu það eitthvað svona dýpri þýðing fyrir maður og tala svona alvöru mann og ég trúi að flesta menn í dag eingöngu kallaðir menn út af stærð og aldri og hefur ekkert með svona dýpri þýðingu. Ok, vitið þið hvað ég að tala um? Það eins og að sé eitthvað svona önnur dýpri þýðing maður undir, ef maður segir hann maður en ekki bara maður. Við tökum einhvern veginn eftir þessu á mínum mati svona 20% eitthvað svoleiðis. Þetta eitthvað stærri huganum. Við vitum að þetta sé til hana en við viljum einhvern veginn ekki hugsa eða pæla í því. Það svona óþægilegt að hugsa til þess. Og mikið af þessu eins og við eigum eftir að læra eða okkur hefur aldrei við sýnta og við vitum ekki alveg leiðina. Hvað eigum að gera til þess að svona rækta innri karlmennskuna inn í okkur. Og við vitum einhvern veginn að þessu en þetta samt eitthvað stað svona á bakendanum. Og orðið maður í þessu samhengi sem ég að fara að nota full þroskaður maður. En þá spyr ég, hvað þroskaður maður? Það maður sem komin yfir einhverja stærð og einhvern aldur eða það maður sem komin yfir ákveðið þroskastig í lífinu sínu? Eða það kannski bæði? En það sem skiptir meira máli, hvað gerist ef annar hluturinn gerist en ekki hinn? En hvað ef maðurinn verður stærri og eldist en þroskast ekki? Það mjög áhugavert að skoða primitive culture genið 1000 ára, þá voru alltaf með svona inngöngu inn í karlmennskuna. Þetta spilaði stóran part fyrir 1000 árum og þá var þetta bara essential að þetta var gert og menn þurfti að ganga gegnum eitthvað. Eins og í menningunni í dag, þá þetta ekkert búin að þróast með genið 1000 ára. Bara eins og það eru skil til hliðar og ekki gefa okkur þessa víslu inn í karlmennskuna eða þessa inngöngu þar sem við fengum að fara gegnum eitthvað erfitt, þroskast og eiga verðskuldið þessa karlmennsku. Þannig að við eldumst en þroskumst ekki. Við viljum verða mönnum en fengum ekki tækifæri til þess og okkur var ekki sýnt leiðina og við vitum ekki hvernig við fara tilbaka til þess að láta það gerast. Og í samfélaginu búin að fara gegnum einhverjum svona þróun sem oft komið mjög góður hlutir út. En að búin taka þann raunveruleika að í grunninn þá eru við menn. Við þurfum að læra að takast á þessum hlutum og raunverulegan og einlegan hátt við verðum að læra á. Og það sem gerir þetta svona óbærilegt að á öllu stigi þá þráum við menninir fá athygli og fá samþykki frá konum. Og maður finnur alveg tenginguna þannig á milli og sér það og heyra á öðrum mönnum að þið ná ekki að tala við stelpur eða konur, að þá líður þeim bara eins og að vantar alltaf karlmennskunni innra með sér, sko. Að ekki vinna í sjálfum sér og vinna að vandamálunum, að leysa þau,
þá eina leiðin sem menn yfirleitt nota til þess að fá athygli frá kvenfólki að vera meistarar í að þykjast vera eitthvað annað heldur en þeir eru til þess að fela hver þeir eru. Það hljóma kannski eins og ég að tala eins og ég sé eitthvað betri, en ég fór gegnum tímabil þar sem ég notaði svona aðferðir til þess að reyna að hylja hver ég er. Mér finnst ekkert slæmt að nota eitthvað svona aðferðir eða þykjast vera eitthvað annar heldur en þú ert eða að fela hver þú ert í raun og veru. Ef þú ert að nota þetta sem svona verkfæri til þess að koma áfram á næsta level. Þetta er svona eins og hækja eða hjálparhjól. Þess að þú notar til þess að komast áfram. Og það sem ég held að margir menn sem eiga erfitt með að takast á við andlegar áskoranir, að þeir vilji ekki gera vinnuna. Þeir vilja bara vakna í daginn og bara ég er maður, I'm the man, skilur við. Það getur verið að það var kannski ekki faðir til staðar, föður ímynd eða móðir sem var að ala okkur upp og hún vildi það besta fyrir okkur og gerði það út frá ást en gat ekki kennt okkur hvað að vera maður, ala okkur upp sem góðastrákin. Eða faðir sem var svona að berja í okkur hörkuna og gera okkur á manni og drepa drifkraftin og egoið. Oft tala þetta og það þarf að brjóta menn niður til þess að byggja og aftur upp, eða við þurftum bara að ala okkur upp sjálfur og við erum fullorðnir og það var engin svona leiðbeiningar eða sín okkur leiðina eða hvað er rétt og rangt. Að hafa ekki verið sýnt leiðina karlmennsku í mikilvægum tímum í lífinu okkar, að margir af okkur upplifa svona hólu eða einhvern tómleika eins og það vantar eitthvað innra með okkur en við einhvern veginn náum ekki að skilja, við getum ekki sett það fyrir orð eða útskýrta með orðum. Við vitum að við höfum að líða á einhvern hátt og við viljum líða þannig og hvort sem það er styrkur eða að vera vendarinn eða bara öryggið eða jarðbundin eða leiðtogi, hvað sem þessi tilfinning þá er þessi tilfinning að ángra mann og hún er ekki að komast á yfirborðið í meðmyndunum okkar. Þessi undirliggjandi karlmennska sem býr inn í okkur öllum. Og hvað ef að stelpur geta séð strax á nóinu að þetta vantar hjá mönnum? Því þær geta það, þær sjá þetta, þær finna fyrir þessu að það vantar þessa undirliggjandi karlmennsku hjá mönnum. Og ef svo þá er rosalega erfitt fyrir hana að vera hrifin af manninu. Hefur einhvern heyrt tala það að konur segja mér langar bara í alvöru mann, bara svona konkrét alvöru mann. Það kannski að tala þennan hlut. En það var komið á lokum, þannig að takk fyrir að hlusta og bíðum við spenntir því það var komið eitthvað núna til þess að bæta upp fyrir þetta að enda þáttinn svona. Þannig að þangað til næst.